bless the Lord, for me to worship Christ the Lord and bless His name, His holy name, declaring He is good. Oh, that men would praise Him. Oh, that men would praise Him. Rejoice in the Lord always. Can I say, rejoice in the Lord always? Can I say, rejoice in the Lord always? Can I say, rejoice in the Lord always? Rejoice. Woo! Praise His name, praise His name to the ends of the earth. Oh, that men praise His name, praise His name to the ends of the earth. Oh, that men praise His name, praise His name to the ends of the earth. Oh, that men praise His name, and can I say, oh, that men praise His name, praise His name to the ends of the earth. Oh, that men praise His name, praise His name to the ends of the earth. Oh, that men praise His name, praise His name to the ends of the earth. Oh, that men praise His name, and can I say, rejoice in the Lord always? And can I say, rejoice in the Lord always? And can I say, rejoice in the Lord always? And can I say, rejoice in the Lord always? And can I say, Halleluja, velkomin á samkomu í dag, halleluja. Þvílíkt og annað eins að geta lofa Guð og vexa með hann, halleluja. Og við eigum að vera þakklátt, við eigum að, hvað íslenskar við, rejoice. Vera þakklátt, það ekki? Amen. Þakklæti skiptir svo miklu máli alltaf. Það ekki bara þegar okkur líður vel, það þegar þegar myrkustu dagarnir, þá fer maður inn og segir Drottinn, þú hefur gert, þú hefur skapað mig, þú hefur gefið mér líf, þú hefur gefið mér, halleluja, fallegt heimili, þú hefur gefið mér fallega vini, þú hefur gefið fallega vini, dásamlega vini, halleluja. Við þurfum að telja upp það sem að við eigum og það þakklæti sem gefur af sér meira þakklæti, sem gefur af sér meira þakklæti, svo heldur þetta áfram og þetta fyrir að smitast yfir á aðra. Þú fyrir að segja, hei, þú á þetta, lofaði Guð fyrir þetta, þú á þetta, halleluja. Þökkum Guð í öllum hlutum, þökkum hann, lofum hann og þökkum fyrir máttarverk hans. Tölum ekki þegar við förum að þakka fyrir það sem hann hefur gefið okkur eða gert fyrir veröldina. Hann hefur skapað himin og jörð, hann hefur skapað allt þar á milli, hann hefur skapað þig og mig. Halleluja, takk Jesú fyrir þennan dag,
Takk fyrir, Drottinn minn, að þú ert hér á meðal okkar og þú ætlar að starfa hér í dag. Takk fyrir trúfestina. Og þeir sem heima sitja velkomin á samkomu líka. Það alltaf betra að vera í salnum. Það einhvern veginn meiri, það er miklu betra. Það samfélag, við finnum fyrir hvort öðru. Við erum saman komin í einingu. Halleluja. Við erum velkomin á samkomu hér hjá okkur. En við ætlum að taka næsta lag. Amen. nos llama a ser libres. ¿Quién más nos libra de enfermedades? ¿Quién más camina sobre las aguas? ¿Quién más responde con fuego? ¿Quién más derriba a todo gigante? ¿Quién más es digno de nuestra alabanza? ¿Quién más es digno de nuestra alabanza?
There will be no other God before you. There will be no other God before you. And there will be no other God before you. Helgist þitt nafn, Drottinn Jesús. Við lofum þitt nafn, Drottinn Jesús. Við vexum í þig, Jesús. Ein í myrkri erum við byggð, ekkert ljós, engin von. Þá í kærleik kom frá himnað og miskunn þú Guðs son, til að uppfylla þér lögmærin meðtón lífsins son, sem frá dýrðarinnar hástól lagður var í jötá stól. Lög sé föður Syninum, helgum anda þrínum, Guði dýrðar hátigni, bifum eilíf hillum konungi. Ríki Guðs þú okkur sýndi, heiminn sætti Guð við sig. Alla sköpun endurleystu, fórst á korsið fyrir mig. Alla þjáning þína barstu, því þú missir tilganginn, og að frelsun okkar varstu, lífið fyrir dauðan þinn. Lög sé föður Syninum, Englar horfðu á, þá grafarinn siglinn, endanlega velt var frá, lambi dauðan sigraði. Dánir risu dauðan frá, tók þá handköf himinn, því að allir koma þá, hendur færi faðirinn. Og þá kirkjan Krists var til, fyrir kraft og andans verk, kærleikanum gerir skyn, alltaf sönn, alltaf sterk, fyrir blóð og nafnið hans, laus úr
to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe. Broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of that calls the sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. There is nothing stronger than the wonder-working power of that calls the sons and daughters. We are ransomed by our Father through the Thank you, Jesus, for the Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Glory to his name. Glory to his name. And there to my heart was the blood applied. Glory to his name. Takk Jesus. Vá, það kraftur hér í dag. Má ég heyra amen? Má ég heyra amen? Má ég heyra amen? Halleluja, andi Guðs er hér og hann vill finna okkur rísum á fætur. Halleluja. Langar bara að segja ykkur örstutt áður en við höldum áfram í lofgjörð. Við vorum á magnaðri lofgjörð og stundin á miðvikudaginn og ég hvet ykkur til þess að taka hana tíma frá.
takið tíma frá til þess að lofa Drottinn og þetta var svo einföld lofgjörði. Við vorum komið hérna ekkasog. Guð bara virkilega mætt á svæðið. Það var virkilega bara kraftur, það var lækning, það var máttur og vinir, Guð hann tekur sér ekki frí á sumrin. Hann heldur áfram í krafti og eldi. Og ég bara trúi því að við stöndum frammi fyrir stærstu vakningu sem við höfum séð á Íslandi og reyndar í öllum heiminum. Og við hinni trúiðu, við þurfum að vera full af eldi og full af krafti. Við þurfum að vera trúföst, halleluja, má ég heyra amen. Og við ætlum að taka samskot núna því að það líka lofgjörð til Drottins að treysta Guði fyrir fjármunum okkar. Þeir eru hérna 2 herramennirnir og við ætlum að láta baukinn ganga í Jesú nafni. Drottinn bless ykkur og svo höldum við áfram í lofgjörð. Debemos mover, te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God.
that you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop working. You never stop. Nobody's like you, Jesus. Nobody's like you. No, you deserve the glory. You deserve the glory. You deserve the power. You deserve the honor, Jesus. Nobody like you, Jesus. And that is who you are. 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 Heilagur ertu drottinn Jesus. Við lofum nafnið þitt, halleluja. Það af því að þú ert þú drottinn Jesus. Helgist þitt nafn drottinn. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing can stand against. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Yes, you did. The sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is.
Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Takk, Jesus. Þvílíkur Guð, halleluja. Þvílíkur Guð sem við eigum. Halleluja. Það skiptir ekki máli, halleluja. Hann hefur allan kraft í sér, halleluja. Það skiptir ekki máli, halleluja. Hann allt, halleluja. Hann kraftaverka Guð. Halleluja. Hann kraftaverka Guð. Halleluja. Ég og Gugga vorum að tala það hérna fyrir samkomu. Hann kraftaverka Guð. Hann hefur gert kraftaverk svo oft í mínu lífi. Það var bara fyrir 2 vikur síðan sem að 3 vikur síðan að ég var bara að deyja. Bara að deyja. Hefði Sibba og Inga-Lalla ekki farið með mig upp á spítala, það hefði ég ekki vaknað daginn eftir þennan sunnudag. Og við erum að tala Gugga kom og sagði Lazarus var vinur Jesú. Guð ekki að gleyma okkur þegar við göngum í gegnum svona hluti. Guð að gera það að verkum að við verðum líkar honum. Við treystum honum í gegnum. Hvað ætlar þú að gera, Guð? Ég alveg löngu búin að segja við hann þegar ég tilbúin að fara, taktu mig. Það skiptir ekki máli hvenar, það skiptir smá máli hvernig, en ég og Guð erum bara búin að semja það. En það svo mikilvægt, krakkar. Það svo mikilvægt. Þó við göngum í gegnum dimman dal, óttastu ekkert illt. Af hverju? Af því hann hjá okkur. Það skiptir ekki máli. Farðu í gegnum dauðans djúp og dimma dal. Mögulega enginn í kringum þig, en hann þar. Þegar við förum í gegnum sársaukafullar aðstæður, það getur verið að allir fari, en Guð, hann þar. Halleluja. Það svo magna þegar við tölum þetta hérna áðan. Guð, hann getur reistið við. Hann getur reistið við í dag. Í dag.
dag ef að segja ykkur krankleikar eitthvað hann getur breytt í dag. Halleluja. Survival. Jæja, halleluja. Dýrsin Jesús. Jóhanna var að tala að vera bara tilbúin. Ég var að tala það vaka síðustu helgi. Og vaka, út af við hugsum að við að vaka og biðja. Vaka þýðir ekki að við að hætta að sofa. Það þýðir að vera tilbúin. Þetta hernaðarlegt hugtak. Vera alltaf tilbúin. Því að við vitum ekki hvenær hann kemur. Við vitum ekki daginn eða tíman. Við vitum ekki þegar óvinurinn gerir árás. Við erum að vaka og biðja. Má ég heyra amen? Mögnuð lofgjörð hér í dag. Halleluja. Við erum svo rosalega lánsum í þessari kirkju og það eiginlega vandræðalegt. Við skulum bara standa upp hérna og bara þakka drottni fyrir, talandi að vera þakklátt. Ég alveg rosalega þakklátt. Ég er þakklátt fyrir systur mína, ég er þakklátt fyrir hún sé á lífi. Ég er þakklátt fyrir ykkur, vinir. Við erum fjölskylda ef þið vissuð ekki af því. Við erum fjölskylda og við stöndum saman. Og vinir, við eigum að þekkjast af kærleikanum. Við berum hvort annars byrðar. Við lyftum hvort öðru upp og við blessum. Og við ætlum núna að blessa frelsur okkar. Áður en Árni kemur og talar orðið, þá ætlum við að lyfta upp höndunum og við ætlum að þakka Jesú og við ætlum að blessa Jesú hér í dag. Drottin, ég bara þakka þér fyrir trúfesti þína náð og miskunn. Ég þakka þér fyrir það, Drottin minn, að þú kemur aldrei of seint, Jesús. Ég þakka þér fyrir það, Drottin minn, að þú ert sá sem að þú segist vera. Þú ert aldrei of seint, þú ert alltaf á réttum tíma, Drottin. Og ég þakka þér fyrir það, Drottin, að kvöldi gistur og skrátur en það gleðisöngur á morgni. Og Drottin, ég tala yfir líf okkar gleðisöng eftir kannski erfiðan vetur. Drottin, ég tala gleðisöng yfir kirkju þína, Drottin minn Jesús. Gjafðu okkur ná, Drottin minn, að leyfa þér að taka burt það sem ekki á heima í okkar lífi. Þannig að við berum meiri ávöxt. Má ég heyra meiri ávöxt, halleluja. Og Drottin, við erum tilbúin að gefa þér alla dýrð, heiður og lof. Og Drottin, ég biðji Jesús að harabashiak, að gera okkur tilbúin. Þá þar til kalli kemur, Drottin minn, að við séum tilbúin og ekki bara tilbúin, heldur í eldi andans, halleluja. Og Drottin, ég biðji fyrir Árna þegar hann talar orð þitt hér í dag. Ég biðji að smyrja varir hans og tungu, að hann tali orð þitt hreint og ómengað. Harabashiak, halleluja. Því orð þitt lifandi og kröftugt og beittara sér hverju tvíeggjuðu sverði. Í Jesú heila nafni og allir liðurinn sagði amen, amen. Takk fyrir. Halleluja. Eru þið ekki spennt fyrir því hver Jesús og hvað hann hefur gert í okkar lífum? Halleluja. Ég svo spennt fyrir því hvað Jesús að gera í dag og hvað hann að fara að gera. Bara vá, ég finn bara eld og bara kraft heila sandadur í Jesú nafni, halleluja. Amen, halleluja. Ég hef verið að bíða eftir frá því árið 2009 að fara aftur svona í trúboð eins og ég fór í þegar ég var á Indlandi. Og svona í millitíðinni það bara hafa þangað núna það var bara allar dyfir og lokaðar en Drottinn talaði til mín að það væri kannski bara betra að einblína á Evrópu, styttra að fara, ódýrara að fara, hægt að fara bara færri daga og það hefur opnað svona dyr fyrir mig til þess að fara. Ég fór til Finnlands og svo núna var ég að koma frá Íslandi og þegar ég var í Íslandi þá myndi Drottinn minn á spátasorð sem ég fekk frá honum fyrir yfir 20 ára síðan, kannski bara hátt í 30 ára síðan, ég man þetta ekki alveg. En það orð sem að ég fekk þá var fyrir Ísland, fyrir Eistland, Lettland og Litáen og þeir sem að viti ekki að þá hafði Ísland Ísland lýsti yfir svona stuðning við sjálfstæði þessara 3 landa þegar þau tóku sjálfstæði 1991 undan valdi og kúgun Sovjetlýðveldisins. Og Drottinn talaði til mín að bara eins og Ísland hefði sín stuðning við sjálfstæði þeirra fyrst allra þjóða eins myndi Ísland leiða frá vakningu inn til þessara þjóða og það yrði gagnkvæmt frá þessum þjóðum og hérna til Íslands. Og ég bara notaði tækifærið þegar ég sá að ég gat bara að fara til Íslands þannig ég bara fór og þá byrjaði Drottinn svona bara hala þessu niður aftur til mín og bara svona rifja þetta allt upp og ég fór að googla
hvað langt síðan þetta var. Fyrir 2 árum, 31 ári eftir þessa sjálfstæðisyfirlýsingu, að þá bauð ríkisstjórn Íslands, forsetinn, hann bauð þessum þjóðhöfðingjum þessara 3 landa heim til Íslands og það var flaggað á Höfða, öllum þessum 4 fánum, 31 ári síðar. Og það rosalega magnað og ég fór að tékka á því þegar við höfðum 31 svona ívum lofgjörð og bænastundir, fyrsta skipti á Íslandi, hugsið ykkur, tímasendinguna, að þá googlaði töluna 31 og í stuttu máli þýðir tala 31, það þýðir eða Guð. Halleluja, þannig að þetta getur ekki verið nákvæmara. Og ég finna í anda mínum að það bara brostin á vakning og hvað ætlum við að gera í því? Halleluja, ég ætla að vera með í því. Halleluja, bara fá eld, trúboðans í fæturnar, fá bara eld predingarnas á tunguna og biðja fyrir sjúkum og leysa fólk í Jesú nafni. Halleluja, bara algjörlega, þetta þykir vera með því líka. Amen, algjörlega. Drottinn hefur gefið okkar allt í þetta. Amen, en það ekki það sem ég ætla að tala í dag. Ég vildi bara svona aðeins opna þetta svona, fá okkur aðeins þess að vakna upp. Halleluja. En það alveg bara tími núna til þess að taka ný landsvæði. Það bara alveg þannig. Taka vald í Jesú nafni og taka ný landsvæði. En það sem ég vil tala í dag það að koma með allt til Jesú. Koma með allar tilfinningar okkar til Jesú. Halleluja. Hvernig hljómar það? Amen. Halleluja. Já, það biblíulegt. Við höfum tvenns konar tilfinningar, eða svona þjáningu í raun og veru. Við höfum þessa náttúrulega þjáningu sem bara kemur vegna þess að við erum til. Veikindi, bara alls konar, bara eðlilega svona náttúrulega þjáningar. En síðan höfum við þessa andlega þjáningu sem kemur vegna syndafallsins. Og vegna hroka okkar, að þá svona eins og andlega þjáning, bara eins og Job. Hann var með andlega hroka, hann var alveg bara að vaksa vel í svona að kynnast Guði, en hann var ekki alveg búinn að sjá sjálfa sig fyllilega. Og hann var að ásaka Guð og hann var að ásaka meðbræður sína og hann sá ekki sinn eigin hroka og sinn eigin blindu. Halleluja. Og þannig erum við oft í okkar hroka og stolti. Við sjáum ekki alveg eins og Guð sér hlutina. Og við sjáum ekki alltaf okkur sjálf. Við erum alltaf að benda alveg eins og Adam og Eva, þau bendu bara, sá ekki sjálf þau bendu á hvert annar. Þannig erum við ofta þegar við verðum fyrir sársauka, þegar einhver gerir hlut okkar, að þá þurfum við líka að læra að takast á við það. Við eigum ekki að vera með þessa þjáningu og tilfinningar alla ævi í okkar lífi. Við getum skipt þeim út fyrir tilfinningar Jesú Kristi í okkar líf. Og það það sem ég ætla svona aðeins að tala í dag. Þannig að koma með allt til Jesú. Halleluja. Þegar Jesús gekk á jörðinni þá hafði hann samúð. Hann hafði hjartans meðöngun með fólkinu. Og hann læknaði sjúkdóma og hvers kyns veikindi og hann rak illa anda út af þeim sem voru undir okkar töflunum. Þannig að hann hefur hjartans með okkur, hann hefur kærleika og hann hefur samúð með okkur. Og hann vill mæta okkur í því ástandi sem við erum í. Ég var bara ennþá daginn í dag í hvað ástandi ég var þegar ég kom til Drottins, 21 árs gamall, 40 ár síðan. Ég var bara tómi tjóni og ég var að glíma við sjálfsmorðsvísanir. Ég var bara leiðin að taka mitt eigin líf eða skemma það bara út frá eiturlyfjum. En Drottinn hann sá aumur á mér. Ég var bent á Jesú og komið til Jesú og þegar ég kom til Jesú þá gæti ég komið með allt til hans. Ég gæti bara afhenda líf mitt eins og við flest öll höfum gert. Og hann mætti mig og listi mig. Halleluja. Ég lærði að koma með hugsanir mínar, ég lærði að koma með gjörðir mínar, ég lærði að koma með tilfinningar mínar framfyrir hann. En svona oft þegar maður fyrir að ganga með Guði þá verður maður kannski svona sofnar á göngunni, talandi það að vakna. Maður sofnar á göngunni oft með það að koma bara eins og maður til Drottins á ný.
að endur lifa fyrsta kærleikann á ný. Ég ætla að lesa nokkur ritningavers í Hebreabréfinu 4. kafla, versi 12-16. Því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittar að hverju tvíeggja sverði. Það smýgur inn í innstu fyrir sem sál og anda, liðamót og mergjar, það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans, engin skapa hlutur er honum hulinn, allt er bert á öndverð augum hans og fyrir honum eigum við reikningsskil að gera. Halleluja. Halleluja. Stolt í okkur maður. Það veit allt best. Það getur allt best. Hversu oft hef ég ekki verið segur að hugsa svona? Bara í vinnunni til dæmis. Maður er orðinn þokkalegur svona að múra. Þá kemur alltaf þess að hugsa rosalega góður þessi, ég er betri þessi eða eitthvað svona. Og jafnvel bara í þessu andlu hlutum bara líka, veist. Ef að ég væri með mikrofóninn. Ef að ég. Þá er þetta allt öðruvísi. En svo þegar reynir á það, að þá er maður algjörlega undir náð Guðs kominn. Maður getur ekki gert neitt nema hann gefur mann í það. En ef maður hefur þetta stolt þetta við og hann að hroka, að þá gerist ekki neitt. Þá er þetta bara ströggl erfið. Og Drottinn hann svona leiðir manni fyrir sjónir hversu rangum maður er í hugsunum og gjörðunum. Og með maður er svona, að þá er bara vanlíðan. Það er dómur, orð Guðs hann dæmir. Að þannig að þegar maður verður var við að maður er að gangi hroka, að þá er betra að auðmýkja sig. Og ég ger þetta alltaf þegar ég fer að biðja fyrir fólki, alltaf þegar ég kem upp í púltið, eða alltaf þegar ég er að guðra leiða mig til að gera eitthvað, bara eins og þetta í Íslandi, að þá segi ég Drottinn, ég get ekki neitt. En með þér get ég allt. Bara þetta er svona liður í að auðmýkja sig fram fyrir Guði. Bara liður í því að kannast við það hver maður var þegar maður kom til Drottins. Óað því hvað hann er búin að gera fyrir maður nú þegar. Þannig við þurfum að láta orð Guðs koma inn í veru okkar og leyfa því að dæma okkur og taka háttaskipti með endurnýjun hugarfarsins. Ég var búin að vera að tala um þetta sverð Drottins, sverð andans undanfarið. Að taka vald í andanum. Það er sigur fyrir blóðið og það er sigur fyrir orð vitnisburðarins. Og við lýsum því yfir með því að taka sverð andans og tala það út hver við erum í Guði. Halleluja. En svo er önnur leiðin að það er að auðmýkja sig. Að koma með tilfinningar sína til Drottins. Halleluja. Það segir síðan í framhaldinu, honum eigum við reikningsskil að gera, en við þá höfum mikinn æðstaprest sem farið hefur í gegnum himnuna, Jesú Guðs son, skulum við halda fast í játninguna. Ekki höfum þann æðstaprest eigi getur séð aumur á veikleika vorum, heldur þann sem freista var á allan hátt, eins og vor, en án syndar. Göngum því með djörfung að hásætti náðarinnar til þess að við erum öðlust miskunn og hljóti náð til hjálpar á hagkvæmum tíma. Hugsið ykkur, hann tók allt á sig, alla sjúkdóma okkar, alla tilfinningar okkar, allt það sem við erum að glíma við og bíða ósögu fyrir. Hann tók þetta allt á krossin og sjúkdóma okkar líka. Hann lét negla sig á krossin til þess að gefa sigur yfir þessu öllu. Og við getum fyrir Jesú blóð með djörfung gengið að þessu vísu. Að við getum komið fram fyrir hann með allt það sem við erum að glíma við. Með djörfung. Með djörfung. Og þá fáum við hjálp á þeim tíma þegar við komum fram fyrir hann. Það þýðir að við þurfum að kannast við það hvað við erum að glíma við. Það þýðir það að við þurfum að koma til Jesú. Ekki fara eitthvað annað. Við þurfum að læra að koma með allt til Jesú, tilfinningur okkar til Jesú. Halleluja. Þannig ég ætla að tala um tilfinningar. Það er oft þannig með tilfinningur okkar að þegar eitthvað gerist og eitthvað bjátar á, að þá erum við með svona eins og fugsminni. Við kannski erum ekki endilega að hugla orð Guðs þá stundina. Heldur bregðast við bara eftir tilfinningunum okkar og við bara fljúum eitthvað eftir þeim. Hvernig kallast þetta? Bara ef einhver gerir þér og eitthvað og þú bara verður reiður og bara þú segir eitthvað, bara í sömu mynd eða jafnvel verra. Þannig að við bregðumst ofta eftir tilfinningunum og förum bara eftir tilfinningunum, bara eins og bara með fuglsminni. En við þurfum að læra að hertaka hugsanir okkar til hlýðni við Guðs
við Guð og við getum tekið vald líka við hugsun og sagt bara þessi hugsun tilheyrir mér ekki. Halleluja. Og þess að hugsanir að þær framleiða tilfinningar. Hugsanir okkar eiga að vera vernd fyrir tilfinningar okkar. En þegar við hugsum rátt, þegar við bregðumst rátt við hugsunum okkar, að þá koma tilfinningarnar alveg bara ólgandi og það er bara að flæða óserátt til svo fuglinn bara fljúgandi, bara fyrir eitthvað. Þannig við þurfum að læra að hafa stjórn á lífum okkar. Og það vald fáum við í Jesú Kristi. Með því að auðmýkja okkur fram yfir honum. Ég kem nánar inn á það. Halleluja. Takk Jesús. Þetta er ágætis byrjun, það ekki? Þannig að við höfum alls konar tilfinningar. Við höfum tilfinningar samúðar eða sjálfsvorkunnar. Við höfum tilfinningar miskunnsemi eða jafnvel uppreisnar. Þannig að það er svona að við höfum bæði góðar og slæmar tilfinningar. Við getum fara að sofa kannski á kvöldi til, bara í rosa góðum málum, bara mér líður rosalega vel, bara rosa blessaður Guð og allt þetta. Og svo bara vöknum við morguninn, bara allt annað. Þetta gerist fyrir mig í Íslandi. Við vorum búin að biðja kvöldið og svo bara miðja nótt að þá bara fæ ég svona rosalega andans árásir. Og bara, ég bara vaknaði við það að ég var að dreyma eitthvað bara illt, sko, bara algjör að þælu, sko, og mér bara leiði bara mjög illa. Og þá bara kom ég með þetta fram fyrir Guð. Bara sagði drottinn við, ég vil ekki vera í þessu, ég vil ekki dæla í þessu, ég vil ekki vera að hugsa þetta, ég vil ekki vera að dreyma þetta. Og ég bara ákallaði blóð Jesús. Og ég tek valdið þínu nafni og ég skipa þess að víkja. Og bara eftir svona 20-30 mínútur að þá var bara allt farið. Og ég bara svaf eins og stund. Halleluja. Bara svona nefna dæmi, bara þetta gerist alveg hjá mér, bara tíma og tíma. Bara í morgun að þá bara vaknaði ég bara eins og ég væri bara með sektarkennd og bara leiði ekkert rosalega vel, bara fann bara svona. Og ég bara sagði drottinn, ok, ég er að fara að tala um þetta í dag, drottinn. Og ég bara kem með tilfinningar mína fram fyrir því, mér líður svona núna. Og ég er bara afveginn til þetta. Bara eftir nokkra sekúndur þá bara byrjaði ég að finna nærveru Guðs koma. Halleluja, hann kom með sína tilfinningar bara inn í mitt líf. Og ég finn ekkert fyrir þessu núna. Ekki neitt, sko. Það er bara hans tilfinningar, hans flæði bara komin í staðinn fyrir þessa vanlíðan. Þannig að lykillinn er sá að dvelja ekki í því sem við erum að dvelja í. Heldur koma með þetta drottins. Ég skil það vel ef þú ert bara í fjötrum og þú verður ekki tekið við Jesú Kristi sem frelsaranum. En þá er von, hann leysti fólk. Hann leysti mig. Ég var haldinn illum öndum, bara hersinga illum öndum. En þeir fóru út af mig þegar ég tók við Jesú Kristi sem frelsaranum. Oft fór ég niður í pytti, en ég hrópaði á nafn drottins. Og hann dróð mig upp úr þessu pyttum. Í dag fer ég ekki í þessa pytti. Þetta kemur kannski aðeins á hugan á mér, en ég hleypi ekki lengra. Þannig ég er svona komið dæmi og bara vitnisburður minni eigin lífi að þetta er hægt. Halleluja. Af hverju drekkur fólk áfengi? Af hverju tekur fólk eiturlyf? Af hverju fær fólk svona freistingar eftir að það er búið að taka við Jesú Kristi sem frelsara sinn? Já, þetta er svona okkar eigin aðferð til þess að leysa okkur, eða leysa tilfinningarnar okkar. Að fá einhverja breytingu. En það bara gerir illt verra. Þegar við leitum í eitthvað sem er eins og sköpunin eða sköpunarverkið, þá er engin lausn í því. Tilfinningur okkar geta leitt okkur nær Guði eða leitt okkur frá Guði. Þannig að á þessum dögum sem við lifum á, þá þurfum við að læra að koma með tilfinningur okkar strax fram fyrir Guð. Ekki vera að bíða með það, þannig að þá fjötrumst við aftur. Látið ekki aftur leggja á þér ánægður okkur. Standi stöðug. Halleluja. Til frelsis kallaði Kristus. Halleluja, látið ekki aftur leggja á þér ánægður okkur. Þannig við þurfum að gera hlutinu við strax. Ekki vera að bíða með það. Þú veist aldrei hvaða leiðir þú fer að bíða með það. Ég oft fengi svona eins og áfengishugsun, en hún tilheyrir mér ekkert. Það er miklu betra bara að segja drottinn, ok, ég fekk þessa löngun núna, ég fekk þessa hugsun núna, en ég kem til þín með þessar löngun og tilfinningar. Og ég bið að breyta þessar löngun og tilfinningum mínum. Og þegar maður gerir það, þá gera það. Þannig við þurfum að koma með allt fram fyrir Guð.
Og þetta kannski meira hjá mér í dag, maður fer kannski meira í ískápinn eða eitthvað. Skiljiði, í staðinn fyrir að leita til Guðs. Þannig að við gerum alls konar hluti. Eða við förum til fólks og segjum aumingja ég. Þetta er svo erfitt og, skiljiði, fá einhverja samúð, fá einhverja huggun. En huggunin er ekki þar. Huggunin er að koma til Jesú Krist með alla hluti. Halleluja. Ég ætla að lesa þetta aftur. Hebreabréfið 4. kafli, vers 14-16. En þá hefur við mikið næstaprest sem farið hefur í gegnum himnana, Jesú Guðs son. Þess vegna skulum við halda fast við játninguna, ekki höfum við þann æðsta prest eigi getur sig aumur á veikleika vorum, heldur þann sem freista vara allan hátt eins og vor, en án syndar. Göngu þeim í djörfung að hásandi náðranna til þess að véðrælus miskun og hljótu ná til hjálpara hagkvæmum tími. Í dag er hjálparæðsdagur, í dag er hagkvæm tíð. Og Drottinn ætlar að leysa einhvern hér í dag úr tilfinningalegum fjötrum. Því að tilfinningalegi fjötrar geta verið vígi óvinnarins. En Drottinn, hann vil sigra vígi óvinnarins í okkar lífi. Og það verðum við einfaldlega að segja bara við Drottinn, hér er ég kem bara fram fyrir þig núna. Við þurfum ekki endilega að beygja hné okkar, við getum gert það. Við þurfum ekki endilega að gera það, við getum bara sagt Drottinn, hér er ég bara einfaldlega að glíma við þessa valja núna. Og við þurfum ekki aldrei að skilgreina endilega alltaf. Af því að oft vitum við ekki út af hverju valjan henni er. En við getum bara komið með hana fram fyrir Drottinn, mér líður svona í dag, mér líður svona núna. En ég vel þig, ég kem fram fyrir þig með þessa valja mína. Og þegar við gerum það, hvað stóð í versunum? Hann sér aumur á veikleika okkar. Og hann miskunnar okkur. Hann skiptir út okkar tilfinningum og kemur með sínar í staðinn. Og við mörg okkar þekkjum það að þegar við komum svona fram fyrir Guð, þá byrjar heila landa að flæða í gegnum okkur. Og við fáum meira heldur tungutali, við fáum bara svona grát og ekka. Bara heilasanda bæn sem flæðir bara með hraða í gegnum okkur og það reisast allt út. Og við fljúum upp á vængi sem örninn. Hátt yfir allt. Þeir sem vona Drottinn, þeir fá nýjan kraft. Þeir fljúa upp á vængi sem örnir. Halleluja. Við fáum himneska tilfinningar. Við byrjum að lifa út frá Guðsríkinu, himnaríkinu, niður á jörð. Í staðan fyrir að vera undir okuð. Andlega lækning hans kemur inn. Amen. Halleluja. Þannig að það er svo mikilvægt að koma með valja síðan strax til Drottins. Ekki vera að bíða með það. Þú þarft ekki að fara bara heim og inn í bænaherbyggi eða eitthvað þess að þú getur gert það bara í bílnum, þú getur gert það í vinnunni, þú getur gert það hérna núna. Markus 5. kapli vers 24-27. Jesús fór með honum og mikill mannfjöldi fylgdi honum og var þröngum hann. Þar var kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár. Hún hafði orðið margt að þola hjá mörgum læknum, kostað til aðlögu sinni en enga bata fengið, öllu heldur versnað. Hún heyrði Jesú og kom nú í mannþrönginni að baki honum og snart klæði hans. Hún hugsaði, ef ég fæ aðeins snart klæði hans, mun ég heil verða. Hún var í 12 ár búin að fara að leita til manna eftir lausn. Hún var búin að eyða allri aðlegunni í það. En þegar hún kom til Jesú, þá breyttist allt. Og við getum rétt ímyndað okkur hvernig henni hefur liðið. Bara algjörlega hjálpa hana, vollaus í sársauka og búin að lifa þannig í 12 ár. Og það eru margir búin að gangi í gegnum eitthvað mjög lengi. Komdu með það til Jesú. Hún skreið í mannþrönginni til þess að snerta klæðans. Hún auðmýtti sig það mikið að hún skreið á 4 fótum, bara höndum og fótum til þess að snerta fall klæðans. Hún hugsaði, ef ég aðeins fæ snert klæði hans, þá mun ég heil verða. Þegar við komum í fyrirbæn, þá stundum hugsum við, ég eins ykkur þetta líka,
Finnst, vá, þessi er miklu betra að biðja fyrir mér heldur en þessi þarna. Vitið það að það skiptir engu máli ef við höfum rétt hjartalag að við séum að koma til Jesú. Við þurfum að koma með því hugafæri að þegar við látum biðja fyrir okkur að við séum að koma til Jesú. Því að menn get ekki gert. Ég get beðið fyrir alveg bara orðið blár í framan bara í marga klukkutíma og það gerist ekki neitt. Ef þú ert ekki með því hugafæri að koma fram fyrir dóttan. Þannig að henni leið þannig að hún myndi fá lækningu hjá Jesú frá þeirri þjáningu og þeim veikindi sem hún var að líða. Og það segir, skjótt þegar hún kom til Jesú, þá þvarr blóð hennar og hún fann það á sér að hún var heil af meini sínu. Jesú fann þegar á sjálfum sér að kraftur hafði farið út úr honum og hann sneri sér við í mannþröngin og sagði, hver snart klæði mín? Lærisveinar hans sögðu við hann, þú sérð að margföldin þrengir að þér og spyr þó, hver snart mig? Og hann litaðist til þess að sjá hver þetta hefði gjört. En kona sem vissi hvað fram við sig hafði farið, kom hrædd og skjálfandi féll til fóta hans og sagði honum alla sannleikann. Þannig að Jesús fann að það fór kraftur út á honum. Hverjir hafa fengið að upplifa kraft Guðs þegar þeir hefur komið fram fyrir Jesú? Halleluja. Þá vitið þið hvað þess að kraftur kemur. Hann kemur frá Jesú. Jesú stöðulega að biðja fyrir okkur. Hann stöðulega að biðja fyrir okkur. Og hann bíður eftir því að við komum nákvæmlega eins og við erum framfyrir hann með tilfinningur okkar. Þannig að þegar við komum með veikind okkar eða tilfinningar framfyrir hann, eða það sem að í okkar lífi, að þá kemur kraftur frá Guði inn í okkar líf. Endurleysna kraftur. Það kraftur í blóði Drottins. Jesús vill mæta fólki í dag. Hann vill lækna fólki í dag. Halleluja. Stundum þá læknast fólk ekki þó að það komi fyrirbæðinu vegna þess að það í rauninni ekki að koma til Jesú almennilega. Það ekki rauninni að koma með það sem að þjáir að raunverulega til Jesú. Það getur stundum verið þannig. Það ekki alltaf þannig, það getur verið þannig. Markus 7. kapli, vers 31-33. Síðan hélt hann úr Týresarbyggðum Sídon og yfir Dekapólisbyggðir. Miðjar til Galíleavarsins. Vá, skrýta orðalega, miðjar. Já, miðjar til Galíleavars. Þá færa þeir til hans mann daufan og málhaltan og biðja hann að leggja hönd sína yfir hann. Jesús leiddi hann afsíðis frá fólkinu. Þannig Jesús, hann leiddi þennan mann sem þeir komið með til þess að biðja fyrir. Hann leiddi það frá mannfólkinu. Þannig að þetta sýnir okkur það að til þess að fá lækningu frá Jesú, að þá þurfum við að aðskilast frá fólkinu og þurfum að koma til Jesú. Jesús stakk fingri sinni með eyru honum og vætti tungu hans sem munnuvatni sínu. Þá leit hann upp til himins, andvarpaði og sagði við hann, það opnaðist þú. Og eyru hans opnaðist og tungu hans losnaði og hann talaði skýrt. Halleluja. Þannig að Jesús hann læknar. Hann leysir fólk. Hann tók allt á sig. Og það svona, það kemur í hugan á mér að það rosalega mikilvægt að þegar við erum til dæmis að biðja fyrir fólki sem veikt og það læknast, að vera ekki að reykja okkur sjálfum yfir því, heldur að gefa Guði dýrðina. Ég hef alveg séð bara heyrnarlaust fólk fá heyrn og mállaust fólk fá mál. Og blind augu bara að fólk sjái, bara alveg séu svona kraftaverk, alveg bara gerast. Og það alltaf að segja frá því til að opna dyr fyrir það að Guð geti gert það sama fyrir aðra. En ef maður að reykja sér upp í því, þá það annar hluti, munið stoltið. Þannig við þurfum að vera vakandi þarna líka.
En Drottinn vill nota okkur til þess að leysa fram lækningar og kraftaverk. Og tunga hans læknaðist þess að hann notaði munnvatnið sitt. Jesús notaði munnvatnið sitt til þess að lækna tunguna. Þannig að hann fekk málið. Halleluja. Markus 8. kapli, vers 22-25. Þeir koma nú til Betsaídu, eða ekki, hvað, Betsaídu. Þar færa þeir mann til Jesús sem var blindur og biðja að hann snerti hann. Hann tók í hönd hins blinda, leit hann út úr þorpinu, skyrti augu hans, lagði hendina yfir hann og spurði, sér þú nokkuð? Hann leit upp og mælti, ég sé menn, ég greini þá líkt og tré. Þeir ganga. Þannig að þegar Jesús snert hann, að þá sá hann fyrst ekki alveg skýrt. Og hann sá bara svona svo tré, eða svona menn, já. Og Drottinn þurfti að snerta hann aftur. Þess að hann fór að horfa á sköpunarverkið. Hann vildi sjá bara svona sköpunarverkið. Þú veist að þegar hann bara verið svona blindur náttúrulega lengi, hann vildi bara sjá sköpunarverkið. Hann vildi sjá skýrt sköpunarverkið. En Jesús snerti hann aftur til þess að snerta tilfinningar hans að hann myndi sjá fyllilega með andlegum augum. Þannig að Drottinn hann vil opna öll skilningarvit okkar til þess að við sjáum Drottinn í raun og veru. Og það segir í versi 25, þá lagði hann aftur hendur yfir augu hans og nú sá hann skýrt, varð albata og heilskygn á allt. Halleluja. Þannig að stundum þegar maður kannski þegar fólk líkamlega veikt, að þá vill það kannski fá bara þessa líkamlega lækningu, en ekki alveg að fá þessa andlegu sýn opna að lifa fyrir Jesú. Stundum þá læknast fólk og það sé hann ekkert meira með Jesú Krist hafa. Það alveg dæmi það. Þannig að við þurfum að skipta út okkar tilfinningum, þessar slæmu tilfinningum, til þess að fá Jesú Krist tilfinningar inn í okkar líf. Halleluja. Til þess að við í raun getum talað sannleik af hjarta. Gæti fengið smá tónlist núna, Ali? Þegar einhver gerir hlut okkar, þá fáum við oft þessar slæmu tilfinningu að við viljum hefna okkar. En við þurfum að læra að bregðast skjótt við og koma með þessa líðan okkar til Drottins. Eins og hann hefur fyrirgefið okkur, þannig þurfum við að læra að fyrirgefa öðrum. Ég þurfti að læra að fyrirgefa öðrum, eins og Drottinn fyrirgaf mér þegar ég tók við sem frelsara mínum. Og hann gefur okkur allt í þetta ef við komum bara með líðan okkar og gjörðir fram fyrir hann. Þannig að mér langar núna að við skoðum bara innan við og bara hlustum eftir því hvað heilar andi að banka hjörtan okkar núna, að við komum með fram fyrir hann. Ef við komum ekki með tilfinningar okkar fram fyrir Guð, þá getum við fest í fjötrum. Jafnvel eftir að við höfum tekið við Jesú Kristus sem frelsara okkar. Þess vegna þetta svo mikilvægt. Og ég fann að Drottinn laði þetta á orða hjarta mitt, vegna þess að það mikilvægt í dag að við lærum að vera hreinskilin við Guð og koma með allt fram fyrir hann, alveg sama hvað það er. Ekki láta djöfulinn ljúga að okkur og segja að við séum svo slæm að við getum ekki komið til Drottins, en þess að það er lygi.
Við getum alltaf komið fram fyrir Drottnin og þegar við gerum það, þá sér hann aumur og veikleika okkar og hann snertir okkur með sínu tilfinningu. Hann mætir okkur nákvæmlega það sem við erum, ef við erum hreinskilnir við hann. Þannig hvað Drottinn að banka á hjarta þitt í dag? Að þú komið fram fyrir hann. Þú þarf bara að segja, hér ég Drottinn og svona líður mér núna. Stundum þá festist fólk svona í fjötrum og ég var svona þegar ég kom til Drottins, ég var svona fastur í fjötrum að ég var farin að trúa lyginni. Og oft verð ég varð við það að svona, Guð sýnir mér á stundum ennþann í dag að ég að trúa lyginni. Og maður getur svo mikið fastur í sjálfum sér og undir okkar að djöflinum að maður trúi því að öllu sé sama mann og að enginn elski mann. En þegar maður er komin í svona ástand þá oft þetta ástand, það skapar oft andrúmsloft. Bara eins og Höfni til dæmis. Hún skapar oft svona andrúmsloft og valjan að fólk fyrir að finna það í kringum okkur og það langar ekkert að koma nálægt okkur, þú veist. Jafnvel þó að hafa alveg samúð allt þetta, samúð Jesú Krist, þá það bara oft bara meira heldur en að gera það. Erfitt bara. Þannig að fólk getur verið í svona vígi, bara þú veist að það bara fast að það trúi lyginni. En Guð segir að við eigum að þekkja sannleikann og sannleikurinn gerir okkur frjálsan. Og hvaða sannleik hef ég talað hér út í dag? Við getum komið með allt til Drottins. Alla tilfinningar. Og þegar við komum fram fyrir hann, að þá mætir hann okkur og hann leysir okkur. Hann leysti mig. Muni, ég sagði ykkur, ég var með hessing á djöflum í mér. Ég var með bara sjálfsmálsanda, ég var bara leiðin að taka mitt eigið líf og alls konar svoleiðis. Fullur af sjálfsvorkunn, auðmýkja ég. Þú veist, Drottinn leysti mig og hann getur leyst þig líka. Þannig að sannleikurinn Jesú Kristi gerir okkur frjáls. Ef við ekki að standa upp núna aðeins og já, gjör svo vel.